How?
hjartanlega velkomin í Hrunamann TV hérna, opið streymi í boði Prómynd. Þetta í fyrsta skipti síðan pre-season sem að við erum hérna með opið streymi og þökkum við Prómynd sjálfsögðu kærlega fyrir það. Og hérna í kvöld mætast tvö Suðurlandslið, erkifjendurnir sjálfir, Hamar og Hrunamann. Ja, erkifjendur, ekki erkifjendur, það má bara svo sem kalla það sem maður vill. En ég vil nú meina að þetta séu erkifjendur. Það er allavega Suðurlandsslagur hér í kvöld. Þetta er annar leikurinn í úrslitakeppni annarrar deildar. Hvorki meira né minna. Hamarsmenn sigruðu hinn leikinn, eða fyrri leikinn með einhverjum 50 stigum eða svo. Og haldi Hamarsmenn uppteknum hætti þá eru þeir komnir áfram í næstu umferð. Og Hrunamenn þurfa því nauðsynlega sigur að halda ef þeir ætla sér að komast eitthvað lengra í þessari keppni. En ég svo sem hef ekki bilaða trú á því að Hrunamenn ætla sér eitthvað mikið lengra. Þeir eru með ungu íslensku leikmennina sína hérna út fyrir margt ásamt Sigga. Hann er nú ekki ungur, en hann er íslenskur. Hamarsmenn eru með næst besta lið deildarinnar samkvæmt
stöðutöflunni góðum, enduðu tímabilið í öðru sæti og eru taldir vera líklegastir svona kannski ásamt Sindramönnum líklegastir til þess að fara upp. Það tel ég það frekar líklegt þó ég segi sjálfur frá að þeir fari upp en maður veit aldrei hvað gerist í þessu. Úrslitakeppnir eru magnaðar. Hamarsmenn náttúrulega hafa verið á barmi þess að fara upp seinustu árin og grátlegt í fyrra hvernig það endaði allt saman. En við Sunnlendingar, við Hrunamenn hérna ætlum ekkert að gefa þeim neitt eftir. Hjá Hrunamönnum eru svona allir stærstu póstanir sem eftir eru í liðinu. Reddi og Kári. Það bara hann Orri sem meiddur og verður ekki með í kvöld. Einhver öklameiðsli eins og svo oft áður. Það kom sérstök beiðni frá Hrunamenn TV að fá hann til að koma og lýsa með okkur en hann sagðist ætla að vera svokallaður hype man á bekknum og við verðum þá bara að lifa með því að hann verði einhver hype man. Ef við rennum aðeins yfir liðin þá tel ég hérna, maður sjá, það náttúrulega alltaf sama vesenið á þeim kjökunum hinum megin á statinu. Það kemur aldrei inn fyrir leikurinn hálfmaður. Nei, ég segi nú bara svona. En hjá Hrunamönnum eru við einmitt allavega klárir. Óðinn Freyr, Tristan Máni kemur hérna inn. Tristan Mortens segi ég. Drengur í 9. bekk. Hrikalega ungur og enn efnilegri og virkilega spennandi að sjá hvort að hann fái einhverjum mínútur inn í kvöld. Ég svo sannarlega vona það. Enda virkilega gaman að sjá þessa ungu leikmenn fá aðeins að spreyta sig. Síðan erum við með Aron Erni, Ingvar Freyr, Haukamanninn, Knáa á venstra samningjana. Búinn að vera virkilega drjúgur fyrir okkur Hrunamenn. Síðan kom Halldór Fjallar Helgason á sínum stað. Ég vænti þess að hann setji svona 30 stig í kvöld en sjáum hvað gerist. Kristoffer kominn aftur eftir einhver höfuðmeiðsl og spennandi að sjá hvort að hann nái eitthvað að stimpla sig inn í kvöld. Páll Magnús sjálfsögðu á sínum stað, minn uppáhaldsleikmaður. Þórmundur Smári, Hringur Karlsson, Siggi Sigurjóns, Dagur Úlfars og Eyþór Orri Árnason, point guardinn Knái. Þetta fer allt saman bráðlega að byrja hérna. Dómarnir eru búin að kalla hérna upp eitthvað, sitthvað og hérna fara bráðlega líklega að byrja leikinn. Sjá. Já, fara bráðlega að byrja leikinn. Fáum svo að sjá hvernig Hamarsmenn ætla að stilla upp. Þekki það lið ekki vel, það sem að Hrunamenn náttúrulega gáfu leikinn gegn Hamri þar sem að það voru bókstaflega allir í sótkví og það var nú bara ekkert hægt að spila leikinn. Íþróttahúsið var lokað og allir pakkið, þannig að við hjá Hrunamenn TV mistum af þeim heimaleik en það aldrei að vita nema Hrunamenn komið með einhverjar óvæntar hluti hér í kvöld og steli bara sigurinn. Já, þetta allt saman að fara að hefjast hérna. Go Blue! Já, inná hjá Hamri eru þeir Rúd, Ragnar, Óli, leikmaður númer 9, hann Hosei og leikmaður númer 4, hann Ragnar. Hér Hosei með boltan, sendir hann upp á Ragnar.
Óli með hann upp á topp á Ragnar að fyrir þristinn. Geigar og Yngvi með frákasti. Eyþór ber hann aðeins upp. Finnur Yngva inn á póstinu. Eyþór dræfar á körfuna, finnur Þórmund. Fer upp í layupi, Geigar. Hamarsmenn á frákastinu. Jose sendir hann inn. Geigar en Magic nær frákastinu. Nei, Rút. Eyþór hér með boltan upp á topp. Yngvi. Kristófer með boltan inn á. Þórmundur, það er opið layup og setur það. Jose ber boltan upp. Kristófer til varnar. Og til stela boltanum Hrunamenn. Kristófer með stólinn bolta. Eyþór með hann fer inn í teginn bara og fer í kvóterinn og setur það. Vel gert hjá Eyþóri. Hér er Jose með boltan. Hrunamenn komnir 4-2 yfir. Finnur Ragnar upp á topp. Hann Geigar og frákastabaráttan Halldór sigrar hana. Vel gert hana. Já, Hamarsmenn ekki alveg að finna miðið hérna alveg í blábyrjun en það kom ekki, við sjáum til. Yngvi með hann upp á topp. Eyþór. Finnur Yngva. Þórmundur í galopnu þrist. Setur hann. Hrunamenn að byrja virkilega sterkt og krafti í byrjun. Mikil stemning. Hér er Jose með boltan. Og feilur sending þarna hjá Ragnari ætluð Óla Gunnari. Og bolti fer bara út af og Hrunamenn eiga. Eyþór er hátt pressaður af Ragnari. Og Ragnar gerir þetta virkilega vel, stelur boltanum. Finnur Jose undir og hann fer í einfalt layup. Var enginn þarna að hjálpa Eyþóri. Þeir halda áfram pressunni á Eyþór. Eyþór fær hann. Finnur Yngva eða hvað? Nei, tapaði bolti. Óli Gunnar nær honum. Hamarsmenn að pressa og það er að svínvirka á þessari stundu. Jose dansar með boltan. Fyrir þristinn, erfiður. Setur hann samt. Virkilega góður leikmaður á Jose. Fóru erfiðan þrist og sett hann og Hamarsmenn eru þar með búin að jafna. Náðu 2 stolnum boltum og innflyttu körfum. Eyþór ennþá pressaður. Nær að losa hann inn á Halldór. Út á Þórmund, hann er galopnið þristi aftur. Hann getur sett þetta. Geigar. Og nær að bota hann á boltan frá. En Hamarsmenn eru með hann. Jose. Fer bara sjálfur í layupið, fær villuna og setur þetta. And one. Vel gert hana hjá Jose. Já, Jose er búinn að vera virkilega drjúgur fyrir Hamarsmenn þessu tímabili og ætlar hérna víst að halda áfram við þennum hætti. Eitt skot og hann setur af. Vel gert hjá Jose. Hamarsmenn halda áfram að pressa. Eyþór hefur ekki fundið lausn á pressunni hingað til, ekki farsæla allavega. Ragnar pressan saman, þannig nafnarnir. Þórmundur fær hann. Er með eitthvað svona skotsendingu á Kristófer af spjaldinu og Kristófer tekur frákast eða ég veit nú ekki hvað að titla þetta. Hann setur hann allavega ofan í, vel gert. Jose út á Ragnar. Óli Gunnar í frákastið hins vegar. Hann er út upp á Jose, stillu upp aftur. Inn á Rut sem hann nær honum ekki niður en Jose fer í djúpa þrist. Geigar og frákastið Kristófers. Ragnar enda aðeins að pressa Eyþór. Þórmundur með boltanina upp á topp.
Finnur Eyþór, stilla núna upp í eitthvað kerfi. Halldór fær. Kristófer. Skotklukka rennur út, en náði ekki skotinu. Það ekki nógu gott, þetta má nú ekki gerast oft. Hámarsmenn eiga boltann. Já, löng sókn hjá Hrunamönnum. Þeir náðu ekki að nýta sér hana og endaði með því að náðu ekki skoti, en hér villa á leikmannúmer 12, Kristófer, ýtir eitthvað í bakið Heiðrismér. Hámarsmenn gera skiptingu, út af kemur Ragnar Jónsson að ég til örugglega, hann heitir fullu nafni og Steinar Snær kemur inn á. Ragnar setur hann inn á Hósei. Sem einhvers konar lobbsendingu á Rút sem að fær villuna. Haldafélagar vildu nú meina að þetta væri ekki villa. Mér fannst hann svona persónulega vera með hendina tiltölulega beint uppi, en það svo sem allt í lagi að dæma villu á þetta. Rút fær hérna það í 2 vítaskot. Þeirra beinustu leið á henni. Seinna skotið sömuleiðis, beint ofan í. Hámarsmenn leiða hérna með 3 stigum. Hámarsmenn halda áfram pressinu. Hrunamenn ná honum inn, Haldafélagar ber hann hérna upp. Steinar þolmundi með hann hérna, Kristófer. Eyþór, góð vörn hjá Ragnari. Þormundur aftur í galoppi skot. Geigar, frákastið Hósei. Hann keyrir hérna bara upp alla völlin og fær þristinn galopinn Geigar og boltinn fer bara út af. Já, Arnarnir ber hann hérna inn á, Arnarnir kemur inn á í staðinn fyrir Kristófer. Eyþór ber boltann upp, finnur stólinn boltið hana og Ragnar fer upp í layupið, Aron brýtur á honum og það villa 2 skot. Sýndist þetta að vera hann Óli Gunnar með stólna boltann hana. Já, þeir vilja nú meina að Óli hafi brotið þarna á Eyþóri þegar hann fór í dræfið, en Hámarsmenn gera skiptingu út af fyrir Rút og inn á kemur Maciek og Ragnar fær hérna 2 vítaskot, setur fyrra beinustu leið á henni og það komnar trommur í húsið, alveg eins og þetta á að vera. Ragnar setur bæði á henni, vel gert hjá Ragnari og Hámarsmenn leiða með 5 stigum. Pressan að fara illa með Hrunamenn þessa stundina. Hún ekki jafn grimm núna. Eyþór finnur Þormund. Halldór fær hann hana, opið skot, Geigar. Óli Gunnar með frákasti og Hósei ber hann upp fyrir Hámarsmenn. Aron til varnar. Já, fínasta vörnana hjá Hrunamönnum, Hósei bara tapa boltanum. Reyndi hann að fara inn í söguna og það gekk ekki. Eyþór keyrir hérna körfuna. Þormundur galopinn, klikkar á skotinu. Hósei með frákastið. Hérna á Steinar Snær með boltan. Ragnar í galoppi skot. Geigar. Eyþór með frákastið. Bæði lið ekki að hitta brjálæðislega hérna í byrjun. Aron hann næstu búinn að tapa boltanum en nær að bjarga sér. Halldór fær hann og inn á Aron sem að tapa boltanum. Vel gert góð vörn hjá Ragnari. Maciek með frákastinu. Hósei keyrir hérna inn á teiginn. Fær villuna. Aron kom með 2 villir þó.
og Árna fannst þetta töluvert ódýr villa. Dæmi hver fyrir sig. Og Jose fær hérna því skotin 2 frægum sem hún hvernig nýtir þau. Fyrra beint ofan í, eða svona, nánast. Já, seinna skotið einnig beint ofan í. Og Hamarsmenn komnir hérna í 7 stiga forystu. Eyþór ennþá pressaður. Yngvi fær hann. Þormundur galopinn. Nú hittir hann aftur. 2 af 4 í þristinum. Vel gert hjá Þormundi. Minnka munin niður í 4 stig. Jose með boltann. Aron til varnar. Sindri. Nei, Steinar. Og dæmt skref á Steinar. Góð verðana hjá Runamönnum. Og núna kemur leikmaður númer 20 inn á Hringur Karlsson og út af kemur Þormundur. Yngvi fær hérna boltann. Eyþór fór bara í þristinn og setta niður. Vel gert hjá Eyþóri. Jose ber boltann upp á Ragnar sem setur þetta. Hamarsmenn svara með þristi. Góð pressa hérna hjá Hamarsmönnum en þeir brjóta í kjölfarið. Aðeins og ákafir. Og Runamenn náðu þannig að leysa úr þessu rétt svo. Og eiga hérna innkastið. Aron tekur það inn á Yngva. Óknar hann á sköpunni. Eyþór fær hann inn í teig fyrir ykkur skonar feitir. Nær orðin ekki niður. Jose hérna lungi með boltann fer upp í layupi. Virkilega vel gert hjá Jose. Skilar hann að 2 stigum í kladdan. Eyþór inn á Yngva. Halldór aftur inn á Yngva. Gerir þetta ágætlega, fær ekkert fyrir sinn snúð, hittir ekki. Jose keyrir henni upp, finnur Steinar og hann setur þetta einfalda layup beint ofan í og Runamenn taka leikhlé. Já, eftir að Hamarsmenn fóru í pressuna hafa þeir dálítið verið með öll völd á vellinum. Runamenn ekki alveg fundið skotelt svar við pressunni. Hamarsmenn að spila hérna feikilega vel í byrjun leiks. Helstu tölur við það er að Jose er með 12 stig, Rút er með 6 sýnist mér, Ari með minna. Hjá Hraunamönnum er Þórmundur með 8 stig, 2 þristar og 1 tveggja stiga karfa og Eyþór Orri með 5 stig. Arnar er komið með 2 villur strax hérna eftir stuttan leik. Þannig að hann gæti lent í villuvandræðum ef hann fer ekki að passa upp á þær. Já. Hérna er leikhlé að enda. Eða timeoutið. Og Hrunamenn eiga boltann.
skotklukka, nei, byrju nú við, bara villa á leikmann númer 12, Sigurður kominn inn á. Hann fær hérna strax bara villu. Dagur Úlfarsson einnig kominn inn á fyrir Hraunumenn. Eyþór með boltann, finnur Ingva. Bara virkilega góð vörn hjá Hamarsmönnum. Þeir eru mjög hreyfanlegir og yfirkynna þarna Hraunumenn varnarlega. Þeir fundu enga lausar sendingar. Steinar ber boltann niður. Hósei kominn í smá pásu. Hósei upp á Ragnar. Ragnar fyrir erfiðan þrist en setur hann virkilega góður skotmaður á Ragnar. Þetta bara fyrir hann að setja þessi skot eins og að drekka vatn. Arnarnir ber hérna boltann upp. Finnur hring út í hornið. Ingvar. Aron fer í layupi, Gegar. Ragnar keyrir hann upp. Finnur rútinn í taugar, Ragnar fær hann aftur fyrir þristinn. Gegar. Og frákastið Sigurðar. Inn finnur Ragnar sem keyrir á körfuna. Handoff á Maciek, virkilega vel spilað hjá Hamarsmönnum þarna. Hann leggur þetta bara snirtilega ofan í. En pressa Hamarsmenn. Eyþór fær boltann. Eyþór ber hann inn á við. Finnur Aron inn á Ingva. Snýr. Fær villuna. Setur þetta ekki ofan í en fær villuna þegar það eru 0,6 sekúndur eftir. Fær hérna vítaskotinn 2 og þá ætti fyrsti leikhlutinn gott sem að vera búinn. Fyrra skotið beint ofan í. Hann setur bæði ofan í. Hamarsmenn taka hérna innkastið. Sigurður einu skoti. Gegar. Já, þar með fyrsta leikhlutinn lokið. Og Hamarsmenn með frekar þægilega yfirhönd þessa stundina eru yfir með 11 stigum. Atkvæðamestu fyrir þá hefur verið Hósei en einnig hefur hafa Ragnar og Rút verið að skila góðum stigum. 8 stig hvor sýnist mér. 6 eða 8. Þormundur Smári er búinn að vera bestur hjá Hraunumönnum með 8 stig. Eyþór með 5 og aðrir með minna. Arnarnir er komið með 2 villur. Já, nú fyrir þetta að byrja aftur inn á hjá Hraunamönnum eru Halldór Fjalar, Páll Magnús, Siggi, Dagur og Þormundur. Fyrir Hamar eru það Ragnar, Maciek, Rut, Steinar og Sigurður. Hraunamenn byrja hérna með boltann. Halldór Fjalar tekur innkastið. Páll Magnús kominn hérna í pointgardinn, Eyþór fær aðeins að hvíla. Siggi fær hann hérna. Sigurður með góða vörn, nær næstu að stela boltanum. En Hraunamenn hefnir hann á.
Hrunamenn eiga því innkastið. Sigurður tekur það inn á Þórmunn. Halldór farin hérna á 90 gráðunum. Fín vörn á næja Ragnari. Siggi fer bara í þristinn. Gegar. Ragnar með frákastið. Já, Hamarsmenn búin að vera töluvert betri hérna í byrjun leiks. Virkilega öflugt lið. Breiðan hóp. Ragnar farin hérna, keyrir inn. Finnur Sigurð. Og Steinar. Fín vörn á næja Hraunamönnum en Steinar fer í layupi. Setur það og Dagur Ólafsson brýtur af sér og hann fær því end one. Tækifæri til að breyta 2 stigum í 3. Steinar setur þetta, vel gert. Þeir halda áfram pressunni, Hamarsmenn. Þórmundur farin hérna. Halldór fer hann upp. Keyrir inn, finnur Sigga aftur inn á Halldór en hann stígur aðeins út af. Og innkastið Hamarsmanna. Já, mikið af tæknilegum mistökum hjá Hrunamönnum í byrjun leiks hérna. Tapa boltanum og stíga út af, láta skotklukku renna aftur sábaki á meðan Sigurður fer upp í layupið og klikkar. Hrunamenn eiga boltan og ber hann hérna upp. Og Ragnar og Sigurður með góða pressu á Palla sem sneri hann bara beint inn í hann, tapa boltanum en Ragnar steig út af og Hrunamenn eiga boltan. Halldór ber hann inn. Með Palla sem missir hann bara. Sigurður snertir hann og Hrunamenn eiga aftur boltan. Já, mikið vesen hjá Hrunamönnum þessa stundina. Hamarsmenn eru að spila virkilega sterka, þétta og sega vörn. Hrunamenn erfitt með að finna einhverja gjöfur á því. Hér Siggi upp á Halldór, þristurinn. Geigar. Þórmundur nær frákastinu. Inn á Sigga. 6 sekúndur á skotklukku. Þórmundur fer upp í layupið. Það villuna. Og skotin 2. Klaufalegið hana Hamarsmenn að brjóta af sér. Fyrra skotið að sjálfsögðu beint á henni. Seinna einnig. Vel gert hjá Þórmundi. Hamarsmenn bera boltann hérna upp. Steinar. Dagur til varnar og Dagur brýtur af sér. Dagur þá kom með 2 villur. Hamarsmenn gera breytingu. Nasir kemur út af og einnig kemur Ragnar út af. Inn á koma þeir Arnar og Óli Gunnar. Sigurður ber boltann inn. Már út. Hann á póstinum, gera þetta vel. Villa dæmd á Sigga. Og Hamarsmenn eiga því innkastið. Fyrsta villan á Sigga. Óli Gunnar skrifar. Hikaði hana við sendinguna og stöttir steppaði aðeins og fékk dæmt skrif á það. Hrunamenn eiga því boltann. Halldór með Þórmund. Þannig aftur. Inn á Sigga sem fer upp í layupið, sækir villuna. Gegar á skotinu en fær skotin 2. Ef ég þekki Sigga rétt þá situr hún þetta.
Þegar skotið airball. Ég þekki hann ekki alveg rétt. Þetta kemur fyrir á bestu bæjum. Seinna skotið hins vegar ofan í. Netball ekki tvisvar, ekki Siggi. Minkamunin í 11 stig. Steinar með boltan. Siggi kemur upp í pressuna. Full ákaft að mati dómarans. Fær dæmd á sig villuna. Siggi komið með 2 villur. Og Hrunamenn gera hennar skiptingu. Kristoffer kemur aftur inn á og Dagur kemur út af. Út með boltan. Steinar keyrir hérna á körfuna, vel gert hjá Steinari, en skotið klikkar. Getur verið að Halldóra náði eitthvað aðeins að blokka hann. Palli keyrir hérna upp. Finnur Kristoffer inn á Þórmund. Finnur opnast layupið og setur hann. Vel gert hjá Hrunamönnum, minnkitt það niður í 9 stig. Steinar og Arnar. Óli Gunnar. Steinar. Næstu búinn að tapa boltana hana, Rúd með henni upp á topp. Fer í þristinn, erfiður. Og fellur hana við. Veit ekki hvort að Þórmundur hafi aðeins pressað á hann. En skotið fór allavega ekki ofan í og Hrunamenn getið hérna minnka munið enn meira. Halldór með henni upp á topp. Halldór finnur Þórmund aftur. Þórmundur með góða hreyfingu hana og setur layupið. Vel gert hjá Þórmundi og Halldóri. Fínt samspil. Minkamunin niður í 7 stig. Arnar upp á Rúd. Steinar inn á Rúd. Allir Hrunamenn pressan. Steinar lendi þarna á hnefanum á Sigga. Og réttilega dæmd villa á það. Steinar fari hérna skotin 2. Það eru skiptingar hjá Hrunamönnum. Siggi kom með 3 villur. Hann var með skipt út af og Palli kemur einn út af. Að koma Yngvi og Eyþór Orri. Steinar fari hérna skotin 2. Fyrraði beint ofan í. Já, Hamarsmenn komnir í bónus hérna bara. 5 villur á Hrunamenn og Steinar setur bæði skotin ofan í, vel gert. Halldór á Eyþór. Þeir eru ekki með mikla pressu og áðan. Inn á Þórmund sem á eldi en gefur á þessu skoti. Sleikir hennar hringinn. Óli Gunnar með frákastið á Hósi. Hósi kominn inn á fyrir Hamarsmenn. Það hann í skotið, það bara way off. Gegar. Gunnar með boltan. Eyþór ber hann upp og hvort þetta hafi verið 8 sekúndur barasta. Já, náði ekki miðjuna tímalega. Sýnist mér á öllu. Eða hvort hann hafi farið yfir miðju og aftur tilbaka. Allavega Hamarsmenn eiga boltan. Boltinn inn á Rúd, upp á topp. Hósei, galopið þreist. Setur þetta. Hann má ekki gefa honum inn á tíma. Hann refsar. Halldór beið boltan inn á Eyþór. Það er hann aftur. Skemmtilega gert hann á Halldóri með Þórmund sem galopinn og setur þetta. Þórmund kominn með 16 stig. Ekki meira en ég minna. Stjörnuleikur hérna hjá Þórmundi. Steinar á Hósi. Arnar í þristinn. Setur þetta. Vel gert hjá Arnari.
villuna, pressaður. Fær villuna, líka dæmd á Steinar. Þannig að komið 2 villur, þeir gera skiptingu. Inn á kemur Ragnar Máni, út af kemur Steinar. Hraunamenn eiga innkastið. Ingvar fyrir í þristinn, Gegar frákasti, já, ferðan af Hammarsmönnum og Hraunamenn eiga boltann. Býttu nú við einhver held ég þarna og dómararnir breyta ákvörðuninni. Hammarsmenn eiga boltann, fór þannig af Hraunamanni og Hósi með hann. Kristoffer pressa, fínt skrín hjá Rauðdana. Hósi fær bara flugbrautina, finnir Masek en hann tapar boltanum. Eyþór ber hann upp fyrir Hraunamenn. Og Ingvar, galop í þristur. Gegar. Þormundur nær boltanum, góð baráttan hjá Þormundi og dæmd villa á Ragnar Mána. Reyndi þannig að stela honum af Þormundi þegar hann lá en fór yfir hann. Fær dæmd á sig villuna. Halldór ber boltann inn fyrir Hraunamenn. Eyþór tapar bara boltanum, skemmtileg hreyfing hérna hjá Rut, ætla hann að fara í tróðsluna. Já. Var ekki að spyrja að því. Vel gert hana hjá Rut, stelur boltanum. Platar Hraunamenn upp úr skónum og treður þessu. Vel gert hjá Hammarsmönnum sem eru komnir 15 stigum yfir. Eyþór tapar honum aftur. Hósey ber hann hérna núna upp. Fyrir þristinn. Erfiður þristur, Gegar. Ragnar Máni með frákastið, finnur Hósey aftur. Finnur Arnar sem fyrir þristinn. Gegar, Kristoffer sofandi á verðinum og Hósi fær frákastið inn á Rut. Gegar en Kristoffer var þarna búinn að fá höfuðhögg. Leikurinn stoppaður. Já, þetta er nú ekki falleg sjón. Kristoffer nýkominn aftur eftir höfuðmeiðsli, búinn að vera dálítið lengi frá. Þannig að hann var ekki það fyrsta sem maður vill sjá, að hann fái eitthvað höfuðhögg. En sýnist vera allt í lagi með hann. Hósey keyrir hérna körfuna, fær villuna. Og skotin 2. Út af kemur Kristoffer. Hann þarf að fara varlega með hann eftir höfuðmeiðslin. Óðinn kemur inn á. Hósey setur fyrra skotið. Já, trommurnar komnar aftur í gang. Hósey setur klikkar að sinna, trommurnar skiluðu sínu hana. Eyþór með bolta, Ragnar Máni til varðar. Fínt skrín hjá Ingvar. Og Eyþór fær bara villinu. Ragnar hefur stigið hana fyrir hann. Og þá er Ragnar komið með 2 villur. Og bónus sýnist með fyrir Hraunamenn. Eyþór fær hérna vítaskotinu 2, setur fyrra að sjálfsögðu. Virkilega öruggur á vítapunktinum, eða vítalínunni. Seinna skotið er einnig að sjálfsögðu ekki nema net.
Þetta niður í 14 stig. Hósi út af Arnar, galopið þristur, Geigar. Frákastið Halldór Fjallar. Eyþór Björnu, Ragnar reynir að stela. Full court press hérna á pointguardinn frá Hamarsmönnum. Halldór galopið þristur. Geigar, frákastið Hamarsmanna, Ragnar Máni Björnu hérna upp. Arnar, en það bara blokk hjá Eyþóri. Hann sagði já takk en nei takk, ég vil ekki sjá þetta hér. Og Óðinn fyrir í þristinn, Geigar, Þórmundur, frákastið. Yngvi í þristinn, Geigar og Hamarsmenn fá hann aftur. Hósi í benninu, Óðinn til varnar. Masi hvernig í teg, einfaldlega, vel gert hann í Hamarsmennum, vel spilað. Nú ætla bara Yngvi, stóri strákur, að bera hann upp. Óðinn fær hann upp á topp. Halldór fer aftur í þristinn, nú hittir hann! Vel gert hjá Halldóri. Þetta var bara langur tvistur sýnist mér. Ekki heil 3 stig. Ragnar Máni fyrir þristinn, hann nú hitinn en Geigar. Masik með frákastið. Hósi er í þristinn. Setur þetta, virkilega góð þriggjastigaskiptaðan Hósi. Eyþór þarf að reyma. Það kemur skipting fyrir Hrunamenn, Aron Ernir og Hringur kom inn á. Út að fara Halldór Fjallar og Þórmundur. Já. Eyþór með boltan. Út á Óðinn, Geigar. En verðum aftur og inn á hring sem að setur þetta. Vel gert hérna hjá Hringi og Óðni. Nei, hjá Hring og Óðni. Þarna var fann inn á Óla Gunnar, Hringur til varnar. Vel gert hjá Óla Gunnari. Stekkur hann á póstinum. Eyþór er hann upp á Hring sem fer bara í þristinn. Geigar, en Yngvi og Aron. Nei, byrju, hann dæmir upp. Kast. Já. Og núna kemur Páll inn á fyrir Eyþór. Þeir fara bara í pressuna á Hósi. Jájá. Vel gert hann að Palla, trufla settinguna. Og þeir halda bara pressunni áfram. Palli fær hann að dæmda sér villina, full ákvæðar í pressunni. Og það er náttúrulega bónus, þannig að Hósi fær skotin 2. Dýrt að brjóta á sig núna. Hamarsmenn gera hérna skiptingu. Ragnar og Daniel koma inn á, út af koma Arnar og Ragnar Máni. Hósi fær víta skotin 2. Þeir eru á henni. Seinna er einni beint á henni. Það kemur önnur skipting hérna fyrir Hamarsmenn og Hósi kemur út á einu kemur Steinar. Full court press hjá Hamarsmennum. Óðinn finnur Yngva. Óli fljótur tilbaka. Þetta á Hring, Hringur tekur þristinn.
Gegar eftir að koma hjá stráknum. Eitt skoti viðbót og þetta ofan í Ragnar. Daniel. Já, góð vörn hjá Óðni. Til nægar hæsari sendingu. Utanför boltinn. Ragnar í þristinn, Gegar, Óli Gunnar með frákastu. Daniel, Ragnar fyrir bara annan þrist, Gegar, skotið það útrunninn. Nei, hann fór náttúrulega í hringinn, þannig að hún endur nýjast. Já, góð vörn hjá Arni og Hring, en ná ekki að taka boltanum. Ragnar fór bara upp í layuppi og setur það. Óðinn. Palli dansa með boltan, 5, 4, tapa boltanum. Skókjöka rennir út, virkilega góð vörn hjá Hamarsmönnum. Og þá bara fyrri hálfleik lokið hérna hjá okkur. Já, fyrri hálfleik lokið. Við sjáumst þá bara í seinni hálfleik og tökum okkur örstutta pásu á meðan hálfleik stendur.
velkomin aftur að sækjunum. Styttist í þetta seinni hálfleikinn. Liðin bara helt upp. Eins og vantur. Já, Hraunamenn byrjaði hérna með boltann og inn á hjá Hraunamennum þessa stundina eru Halldór Fela Helgason, Eyþór Orri, Yngvi, Þórmundur og Dagur. Hjá Hamarsmönnum eru það Ragnar, Hólsey, Óli Gunnar og Rut eða Rút eða hvernig sem það nú alveg nákvæmlega orðað, veit ég ekki. Ég held bara að segja Rut. Já, og Halldór ber hann inn. Inga og Ragnar þarna full ákveður. Fær dæmda sér villuna. Og hann þá komið 3 villur. Hjá Hraunamönnum það eingöngu Siggi sem með 3 villur. Halldór inn á Þórmund. Fær hann aftur. Þórmund bara í þristinn. Inn og út, Gegar. Og Hraunamenn eiga boltann. Óðinn inn á Þórmund, aftur á Óðinn, upp á Halldór. Halldór fær bara í skoti, Gegar, Dagur fær frákastið, Gegar og Hólsey ber boltann upp. Keyrir hérna á körfunni út á Ragnar sem virkilega góð þriggjastigaskytta. En Gegar en fær villuna og 3 skot, hvorki meira en minna. Ég sé svona. Fyrsta skotið ofan í, annað skotið einnig ofan í. Virkilega góð skytta hann Ragnar. 3. skotið. Inni ofan í, allt saman ofan í hjá honum. Eyþór, grimmt pressaður hana, Ragnari. Þórmund inn á Dag en sendingin virkilega slæm. Dagur nær honum ekki og Hamarsmenn eiga boltann. Hólsey ber hann upp. Hólsey fer bara sjálfur alla leið í layupið, fær villuna og karrar góð.
Vel gert hana hjá Jose. Skotið er ofan í. Vel gert. Menn með boltann Eyþór. Og Ragnar keyrir hana bara í bakið á honum. Eyþór fellur við. Og Ragnar komið með 4 villur. Þetta er virkilega dýrt. Já, komið með 4 villur að Ragnar. Spurningin hvort að Hraunumenn reynir eitthvað til að fiska hann út á. Yngvi inn á Halldór. Óli Gunnar til varnar. Halldór gegar á layupinu. Ósáttur með sjálfa sig þarna. En áfram gagg. Jose ber hann upp. Dagur til varnar. Jose fær bara flugbrautina. Óli Ragnar galopinn úti fyrir þristinn. Setur þetta. Hrein karfa. Vel gert hjá Ragnari og Óla. Eyþór ber hann upp. Yngvi með skríni. Dagur opinn hana í tvistinn og setur þetta. Vel gert hjá Degi. Gott spil hjá Hraunamönnum. Jose keyrir í gegnum alla vörnina og finnur Ragnar aftur sem fer í þristinn. Setur hann aftur. Ragnar sjóðandi heitur hérna þessa stundina. Eyþór. Á Þórmund. Þórmundur tekur skemmtilegar hreyfingar hann inn í teig og leggur hann ofan í. Vel gert hjá Þórmundi. Ragnar. Köss á Jose sem fer í þristinn. Gegar. Og Eyþór reynar með frákasti en Rut keyrir inn í hann og fær villuna danga. Skipting á Hraunamönnum, Dagur Ólafsson kemur út af og inn á kemur Kristófer. Dagur var að fá svona 3 villu inn á hann og Eyþór. Kristófer á Þórmund. Halldór með skemmtilegar hreyfingu. Hann er ekki alveg að finna körfuna þessa stundina. Jose ber hann upp með erfiða sendingu, full erfiða fyrir Óla Gunnar. Nær honum ekki. Já, Hraunumenn hérna í svontinni. Yngvi fyrir þristinn. Gegar. Og villa dæmd á Þórmund. Hefur slegið hana í frákastabaráttunni, slegið eitthvað frá sér. Jose með boltann. Og Ragnar. Gegar hann á skotinu. Og Hraunumenn á frákastinu. Eyþór ber hann upp. Ragnar til varnar. Út á Þórmund sem fer bara í þristinn. Gegar. Jose ber hann upp. Kristófer til varnar.
Húsi leikir með boltan fyrir layupið, setur það. Vel gert hjá Húsi. Hann með 26 stig sýnist mér. Eyþór og Þormund. Þormund. Halldór fær hann aftur í layupið. Núna hittir hann. Að koma því. Og Rödd keyrir á körfuna, sækir villuna, setur boltann á henni og fær vítaskotið. Áhorfendur í stúku ósáttir með þennan dóm. Rödd. Vítaskotið er ofan í. Vel gert. Hamarsmenn gera breytingu. Hérna kemur Haukur inn á, út af kemur Rödd. Rödd er kominn með 3 villur. Halldór inn á Eyþór. Yngvi galoppinsrist. Gegar. Frákastið er Hamarsmanna. Raggi með hann á Steinar. Ragnar Máni. Þristinn Gegar. Yngvi með frákastið. Eyþór dansa með boltan. Alla leið að körfunni. Hann Gegar á layupinu. Óli Gunnar. Ragga. Steinar keyrir inn á teig og fær villuna. Eyþór steindabrúllur. Sveinumenn gera 2-falda breytingu. Siggi og Aron er komið inn á, út að koma Yngvi og Halldór félagar. Steinar tekur þá vítaskotið. Fyrra er ofan í. Seinna er einn ofan í. Þormundur með boltan. Kristoffer. Fínt spil hana í raunumennum, Þormundur Gegar á skotinu. En Eyþór stelur honum. Það er villuna. Hann gert hana hjá Eyþóri. Stolinn bolta og fær villu. Tvö skot. Steinar þannig sem fekk villuna. Eyþór Gegar á fyrra skotinu. Silla er ofan í. Vel gert. Hamarsmenn með 33 stiga fórskot. Vagnar fyrir Þristinn. Gegar. Frákastið er hins vegar Hamarsmanna. Fín baráttu hjá Óla Gunnar. Ragnar dansa með hann fyrir upp í layupið. Virkilega vel gert hjá Ragnari sem að setur þetta layup ofan í. Kristoffer sem fer upp í skoti Gegar. Óli Gunnar með frákastið. Ragnar ber hann upp. Dansar hana í gennum alla verðina, fær villuna og setur layupið. Virkilega vel gert. Það er hann Aron Ernir. Held ég alveg örugglega sem fær villuna.
Hrunamenn breytingu, Óðinn kemur inn á og inni kemur Hringur Karlsson inn á út að fara Eyþór og Þórmundur frendurnir. Hamarsmenn gerir líka breytingu, Masik kemur inn á fyrir Rut. Ragnar setur vítaskotið, vel gert og þá kemur Arnar inn á, út að kemur Ragnar. Hrunamenn eiga hér boltann. Boltareyðing hérna hjá Hrunamönnum. Aron fyrir þriggja Geigar. Hamarsmenn á frákastinu. En Steinar missir boltann aðeins frá sér, tapar hann út af. Hamarsmenn í svæðisvörninni. Þannig fer skotklukkan ekki í gang og þeir þurfa að stoppa leikinn. Já, allt komið í lag. Kristófer fyrir skotið Geigar, en nær frákastinu, góð barátta hana. Kemur Óðinn. Aron þarf að þvinga þér í skotið Geigar, en Kristófer segur. Baráttan í frákasti, en Hamarsmenn eiga boltann. Fín barátta hana hjá Kristófer. Hamarsmenn hérna með boltann. Steinar dansa með hann, finnur Masik, virkilega vel gert. Og Aron fer í netið. Stiginn 2 standa. Óðinn ber boltann upp og Aron sem galopinn fer ekki í skotið. Óðinn fer hins vegar í skotið. Geigar. Óleikina með framkastið. Pressar hana af Sigga sem gefur ekki tómið eftir. Steinar dansar með hann. Inn á Óla Gunnar. Hringur til varnar. Já, það er bara að blokka Óðinni. Bræðirnir báðir konum með 1 blokk. Út á hring. En þá þessi svæðisvörn hjá Hamarsmönnum. Óðinn hérna með galopið þriggja stiga skot. Geigar. Hringur sigur í baráttunni en tapar boltanum. Steinar ber hann upp fyrir Hamarsmenn. Dansar hana með hann. Virkilega vel gert hjá Steinari. Koma hérna skemmtilega kafla. Sigga. Óðinn í skoti. Mikið af ekki eftir honum. Setur þetta. Nei, hring segi. Kominn á blað. Nei, hann er kominn með 4 stig. Steinar. Tapar boltanum, nær honum aftur, tapar honum. Það er í gangi, mikil barátta og Aron brýtur hann á Masik. Aron kom með 3 villur. Nú er það skipting hjá Hrunamönnum. Yngvi kemur inn á og Kristófer kemur út af. Og Hamarsmenn eiga hérna vítaskotin. Masik setur fyrra. Senna, vel gert hjá Masik. Óðinn ber hann hérna upp.
Aron inn á Yngva, Sigga. Yngvi með galop í skot, setja þetta að sjálfsögðu. Sigg meðan Arnar. Steinar gerir körfunni. Óðinn nær að stela honum, hringur Óðinn. Óðinn fer bara upp í laugardaginn, fær vitnina og end-one. Vel gert hjá Óðinni. Virkilega vel gert. Geigar á vítaskotinu. Það reynir við þrýsting Geigar og Aron er með frákastinu. Yngvi á Aron. Hringur í þrýstin. Það kom að því. Óni vildi hann ekki detta í fyrri hálfleik en loksins kom að því og Ragnar Steinar reynir að við þrykast langt skot Geigar. Fínir menn ná aðeins að bíta í bakkann, klóra í bakkann. En Hamarsmenn leiða með 55 stigum. Svo við förum inn í fjórða leikluta. Já, förum inn í fjórða leikluta. Breyting hjá Hraunamönnum er svo að Halldór Fjalar og Eyþór Orri koma inn á út að fara Óðinn og Arnarnir. Hamarsmenn halda óbreyttir riðið nema Sigurður og Daniel kom inn á. Út af fóru þeir Óli Gunnar og Ragnar. Steinar með boltan. Sigurður út á Steinar sem fyrir þrýstinn. Geigar. En vel gert hjá Danna. Arnar upp en Yngvi blokkar hann en Vasik næði frákastinu. Já, það er beint skref og Hraunamenn eiga boltan. Eyþór með boltan. Fínastar hreyfing og Siggi fyrir þrýstinn. Geigar nær frákastinu sjálfur en það endar í höndunum á Sigurði. Hamarsmenn geta keyrt upp. Steinar fyrir körfuna. Geigar en já, Geigar báðir. Eyþór með frákastinu.
Reynir þarna erfiða sendingu á Yngva sem gegar. Steinar ber boltann upp. Masek inn í teig. Vel gert. Gegar. Yngvi nær frákastinu. Eyþór með erfiða sendingu. Kikkar. Hamarmenn eiga boltann. Steinar á Sigga. Ólega skrýnana hjá Masek. Það er svo mikið hreyfing. Og sóknarbrotið dæmt. Já, feil aftur hjá Hraunamönnum og þeir eru farnir að pirra sig ágætlega sem nú ekki vanlegt til árangurs, ef svo má segja. Áfram heldur leikurinn. Steinar. Koma inn í mikla pressu Hraunamenn og brotið á Steinari. Tvö skot. Steinar setur fyrri. Og annars skoti einnig. 2 stig töfluna hjá Steinari. Þormundur ber hann upp. Fer í þristinn. Gegar. Frákastið er Hamarsmanna. Steinar keyrir henni. Fer í þristinn. Setur þetta. Hann er á eldi, hann Steinar í kvöld. Eyþór. Þormundur. Eyþór, galopið þristur. Gegar. Hamarsmenn á frákastinu. Masek. Steinar ber hann upp. Sigurður gerir þetta vel. Setur skotið. Vel gert hjá Sigga. Sem pressar hérna Eyþór og stelur boltanum. Virkilega vel gert hjá Sigga. Gegar á layupinu, hann var bara stattpatað hana, hann er langaði frákast. Bjóða til fyrir sjálfa sig og setti stiginn svo 2 ofan í. Vel gert hjá Sigga. Heldur áfram að pressa Eyþór. Yngvi. Þormund. Hringur í þriggjastaðskoti. Gegar. Steinar með frákasti. Sendinguna hérna á Arnar. Þetta er layupið, brotið á honum en setur á samt. Sigur. Og taka hennar leikli.
Leikið búið og Hamarsmenn eiga hérna eftir að taka vítaskotið. Arnar tekur það hérna. Gegar, Ingo með frákastið. Og Óðinn ber hann upp. Yngvi á Óðinn. Þetta er Þórmund. Inn á Yngva, brotið á honum. Arnar fældi undan sig villina. Já, í öðrum leikjum eru Skallagrímsmenn að vinna Álftanes með 20 stigum og eru þar með að jafna einvigið ef það enda þannig. Selfyssingar eru að vinna Sindra með 16-17 stigum og eru þar með að framlengja einvigið sín á milli. Þannig að nokkrir leikir fara í þriðja leik hér í úrslitakeppni í fyrstu deildinni. En mér sýnist svona vel að Hamarsmenn séu búnir að sigra þennan leik og séu komnir áfram í næstu umferð. Óðinn á Yngva sem stólinn, boltinn sleginn undir höndunum á honum. Vel gert hana hjá Arnari. Hrunamenn eiga. Hrunamenn ekki búin að skora heillengi. Líklega bara ekki í þessum leikluta það sem af er. Þórmundur ætlar kannski að breyta því. Nei, klikkar. Hamarsmenn fara bara hérna rólega í gegnum þennan leik. Sýnist mér á öllu. Sigureyr á Ragnar. Finnur Daniel fyrir þristinn. Gegar. Ingo með frákastið. Inn á Yngva. Yngva með skemmtilegar hreyfingar þarna, setur þetta ofan í, vel gert hjá Yngva. Ragnar leitar á þristinum, finnur hann, Gegar, Yngvi þar með frákastið. Yngvi finnur Dag og Óðinn. Óðinn finnur bara alla leiðina á körfunni, Gegar á skotinu. Óli með frákastið en það er baráttu um boltann, vel gert hjá Degi hana og ég held að Hrunamenn eigi. Inn á hjá Hamarsmönnum kemur Haukur, út af kemur Ragnar og inn á hjá Hrunamönnum koma Aron og Kristoffer, út af koma Eyþór og Yngvi. En Hrunamenn eiga hérna innkastið. Aron á Dag. Finnur inn á Óðinn, galopinn þrist. Hann setur þetta sjálfsögðu drengurinn. Það gert hjá Óðni. Sigurður. Inn á Hauk. Nei, inn á Óla. Þórmundur til varnar og svo hægt að dæmda Óla sem að sópaði hana Þórmundi frá sér. Segir dómarinn. Og líklega réttilega dæmt. Aron. Þarna með klappraði sendingu sem að Hamarsmenn stíga inn í stilaboltanum og fá vítaskotin. 2, vel gert hana hjá Hauk.
Já, fyrra skotið er ofan í. Seinna skotið er inn í ofan í. Vel gert frá Haug. Aron fyrir boltann upp. Kristófer. Aron kyrrir á körfuna, geigar og frákastið er Haugs og Þormundur brýtur á sér. Haukur á Arnar. Óli tapar hann á boltanum. Óðinn kemst inn í sendingarnar. Keyrir bara upp allan völlinn. Reynir að finna hring en sendingin aðeins og erfið. Tapar boltanum hérna. Óli keyrir inn á körfunni, vel gert en geigar á skotinu og brýtur af sér að brotið á honum. Óli fær hérna vítaskotinu 2. Gaugar á fyrra. Seinna skotið er ofan í. Hér sjáum við Tristan Mortens fyrir að hita upp. Gaman að fá að sjá hann koma inn á. Ungur og efnilegur 9. bekk sá leikmaður. Og fær vonandi hérna einhverja mínútur með meistarafloknum á meðan að Hringur setur þristinn. Vel gert af Hring sem er komið með 10 stig. Já, Tristan er hérna farinn að biðja skiptingu og Óli Gunnar setur þetta layup. Aron á Hring, Óðinn. Tíminn líður. Aron fer inn í layupið, geigar. Óli Gunnar með frákastinu. Arnar. Óðinn með annan stól í bolta. Vildi fyrir það. Keyrir hérna en tapar hann út af. Þá kemur skiptingin. Tristan Mortens að koma inn á fyrir Kristófer. Já, það er mikill og ungur efniviðurinn hér hjá Hrunamönnum. Virkilega margir ungir leikmenn að koma upp svona á jaðri við það að geta verið meistaraflokk. Gaman að sjá það á tækifæri hérna. Tristan að spila vel gegn Arnari. Haukur. Daniel reynir erfitt þriggja stiga skot og Tristan með frákastinu. Seikikinn hérna upp á Hring. Inn á Dag sem geigar í layupinu. Óli Gunnar með frákasti. Sigurðinn. Já,
lendir bara hann í vandræðum. Aron fer sjálfur, setur þetta ofan í, vel gert hjá Aroni. Haukur með boltan. Óli. Gegar. Tristan fer núna boltan upp. Brotið á honum. Sigurður. Brýtur af sér. Fjölmenni engastið. Inn á Óðinn. Tristan. Keyrir hérna bara körfun af inn í leiðréttið. Gegar, það hefur verið gaman að sjá hann setja þetta. Það verður bara að eiga það inni fyrir betri tíma. Daniel Gegar hérna í lokin á þriggja-stigaskotinu og Hamarsmenn vinna hérna öruggan sigur 99-58. Óskum þeim til hamingju, eru komnir í undanúrslit í úrslitakeppninni frægu. Já, við höfum þetta þá ekkert lengra að sinni. Þökkum fyrir áhorfið og Hrunamenn hafa þá lokið keppni í fyrstu deildinni á þessu tímabili. En það kemur tímabil á eftir þessu og við fáum að sjá þá enn betri, sterkari, öflugir að ári. Það er gaman að fylgjast með því. En eins og ég segi, þökkum fyrir og verið þið sæl að sinni.